það skipt færi það mikið? Flókið. Getur ekki bara látið Kristín gera þetta eða starfa? Það getur það ekki. Fyrst við erum að komin. Já. Fyrst við erum að komin. Ég ætla að segja, hún fengið mér hjálpaði mér að setja upp. Ég er bara fyrst í. Ég gera bara sem hlut. Það er rót að vera í að fengið á sig eitthvað. Já, þú ert komin í beinni. Núna í beinni má ég ekkert segja. Læs þetta fyrst. Takk fyrir síðast.
Komið sæl og verið hjartanlega velkomin á fyrsta hrafnaþing haustsins. Gaman að sjá ykkur svona mörg. Við höfum sett niður dagskrá fyrir veturinn sem hefur verið birt á vefnum og ég jafnvel að vonast til að bætist við eins og 2 erindi á vormisseri. En kynni ykkur endilega dagskrána, það óhætt að segja að það margt spennandi framundan. En í fyrsta erindinu sem flutt verður í dag, þá verður fjallað nýja válista. Plantna, spendýra og fugla. Er að ræða endurskoðaða válista plantna og fugla, en spendýraválisti hefur aldrei áður verið unnin hér á landi. Og það eru Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Starri Heiðmarsson og Ester Rudd Unnsteinsdóttir sem hafa umsjón með þessari vinnu og þau ætla að kynna þessa nýju válista í dag. Og ég ætla að biðja Kristinn Hauk að byrja. Þau ætla öll að koma henni upp í pontu og Kristinn Haukur byrjar. Á meðan að hann talar þá gengur þessi gestabók og ég byrja ykkur að skrá ykkur í hana og ef að þið eru ekki á póstlistanum okkar og vilji vera það þá setja endilega netfangi fyrir aftan nafnið. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir mig. Og síðan sögu þeirra á notagildi og síðan tölum við þessa íslensku válista sem nefndir voru og það er bara að leggja áherslu að þetta er svæðisbundið mat. Þetta eru válista sem við Ísland og íslenska stofna og þar af leiðandi geta þetta verið á skjön við heimsválista, þannig að það er annar hlutur. Nú, þessir válistar eiga sér langa sögu og þeir eru núna í umsjón Alþjóða náttúruverndarsamtakanna, IUCN, og það má segja að þessir válistar eru eiginlega langmikilvægasti gagnabanki verndarstöðu lífvera í heiminum og það má segja að þetta sé fyrst og fremst svona greining á stöðu tegunda og jafnframt grunnur að verndaraðgerðum og síðan er líka hægt að skipuleggja rannsóknir, þetta er eins og gap-analýsa fyrir rannsóknir. Og menn byrjuðu bara á að útbúa litla spjaldskár upp á 1950 og þetta fyrst og fremst voru svona tegundir sem voru áberandi og menn vissi að væri í miklu vandræðum og það var einmitt Íslandsfjörðurinn Peter Scott sem var hérna við rannsókn í Þjórsárverum sem fór fljótlega í þá vinnu eftir hann kom hérðan og smásam verður þetta meira og meira og hérna til dæmis tókst að meta fyrsti hópurinn sem var algjörlega metin voru fuglar fyrir 30 árum og svo er þetta allt byrkt á netinu og uppfært reglulega þannig að þetta er gríðarlega mikil gögn sem eru þarna tegundir í heiminum á þessu vefsvæði IUCN. Og þegar þessi vinna var komin á nokkuð að leggja þá fóru menn að einbeita sér aðgerðum fyrir þessar tegundir eins og pönduna og þá var stofnað sérstakur félagsskapur og World Wide Fund for Nature hana og hún er náttúrulega þekkt logo og síðan vorum ekki tímamót árið 1973 þegar var samþykktir alþjóðasamningur verslun dýra í útrýmingarhættu þannig að það eru þessi válistar eru grunnur af mjög umfangsmiklu alþjóðlegu náttúruverndarstarfi og sem við höfum tekið þátt í svona vissu marki. En hver þetta válistamat, það metur bara líkur á útrýmingu tegunda á tilteknu bili sem er þá oftast með við 3 kynslóðir hverjar tegundar. Og það eru tekin tillit þá til stofn, þróunar, útbreiðslu og hættu í fortíð, nútíð og jafnvel framtíð. Og dódóin sem er nú hérna myndað, hann er nú svona hefur verið tákmynd oft fyrir útdauðar tegundir og sagt að eitthvað sem er í slægmálum sé dautt eins og dódó og það við eigum nú geirfuglinn sem er kannski okkar dódó. En þau viðmið sem við notum þegar við erum að meta tegundir eru svona 5 flokkar, meginflokkar, það er að segja stofnþróunin, takmörkuð útbreiðsla og lítill stofn sem er jafnframt að draga saman og síðan er líka lítill stofn eða mjög lítil útbreiðsla, það eru tegundir sem finnast kannski fáum stöðum og svo er það hættumat sem byggist á tölfræðilegri greiningu og síðan alltaf algengt að þetta sé samblanda þessum 5 þáttum þannig að sem er notað til að meta stöðu tegundarinnar og Íslands válistarnir eru sem ítrykkið aftur bara svæðisbundið mat og þá erum við að nota með þessi IUCN viðmið óbreytt ef að stofnarnir eru einangraðir, annars þurfum við aðlaga það eftir ýmsum leiðum sem eru útskýrað ítarlega einmitt á vefsvæði stofnunar og þar eru þessa válista alltaf að finna.
Nú, flokkarnir eru náttúrulega margvíslegir allt sem eru stuðst við, allt af því að tegundur sé útdauðar og yfir því að það sé ekki metnar, en þessi mynd sýnir aðferðina sem að menn styðjast við þegar farið að skoða tegundir. Það eru stundu suma tegundir hennilega ekki metnar ef þær eru til dæmis innfluttar og eða vantar þá upplýsingar þar, og ef að menn telja að það séu líkur á að tegundir sé hættu þá nefndir til dæmis þarna í einu flokknum sem kallar gögn vantar, en þetta eru bara stigvaxandi hættuflokkar, og það sem er hinn raunverulegi válisti eru þá tegundir sem eru þarna í gula flokknum og þar fyrir ofan, þannig í nokkru hættu og svo framvegis. Hitt fyrir neðan eru ekki hinn eiginlegi válisti þó það tengist válista vinnunni. Nú, válistar í íslenskri löggjöf var ekki minnst á þá fyrir með nýju náttúruverndarlögunum sem tóku gildi voru sett 2013, og það sem sagt á að taka tillit til stöðu tegunda á válista við gerð framkvæmdaáætlana fyrir náttúruminjaskrár. Að öðru leyti hafa válistar enga lagalega stöðu hér, ólíkt því sem í flestu nágrannalöndum, þannig að það ekki skilyrðisleg krafa um einar aðgerðir þó einhver tegund lendi á válista. Nú, við ætlum að skiptast hérna á, það er að segja Starri ætlum að tala plönturnar og svo framvegis, þannig að ég ætla að biðja hann að taka hér við. Já, takk fyrir þetta, Kristinn Haukur. Já, ég ætla aðeins að tala hérna válista æðplantna, en válisti plantna kom fyrst út árið 1996 og þá reyndar var ekki einungis litið til æðplantnana, heldur voru líka teknar fyrir ákveðnir hópar innan bæði fléttna, mosa og nokkur á þörungahópa. Okkur hefur hins vegar litist þannig á að það væri eiginlega óvinnandi vegur með þá þekkingu sem við höfum í dag að taka aftur og endurskoða þá hópa, þó að blað- og runnflétturnar væru kannski svona líklegasta til þess. Það er einmitt mynd þarna af gígnæfru eða Lobaria scrobiculata sem að einungis fundin á einum stað, en eins og ég segi, núna var það bara æðplönturnar sem voru teknar til skoðunar, og svona við aðeins lítum yfir hvernig þetta hefur breyst. Það hefur kannski ekki orðið stórkostlega breytingar frá því að fyrsti válistin kom út 96, og Eyþór getur náttúrulega sagt miklu betur frá honum heldur en ég, því að hann sá nú eiginlega hann að mestu leyti, en ef þið sjáum aðeins hérna hvernig hefur breyst, að það hefur dregið úr þeim sem eru í bráðri hættu, meðan að þeir sem eru í yfirvofandi hættu eru færri, og það er búið að fjölga þess á listanum, en það er á aðalega í hópnum sem að telst í yfirvofandi hættu eða vulnerable. Og í dag þá eru 56 tegundir, þá teljum við með líka það sem að þekking er ábótavant, en rétt eins og Kristinn Haukur sagði að þá gefa þessir válistar okkur gott tækifæri til að meta þekkinguna sem til staðar hvar tegundirnar eru og hvar þyrfti þá kannski að rannsaka betur. Hérna sjáum við útbreiðslu æðplantna á válista eins og hann í dag og hvar mest má finna af þeim. Nú, þeir sem hafa spekulverið í grasafræði sjá náttúrulega strax út þarna miðsvæðin, getum við sagt, en við erum náttúrulega með ákveðnar aðstæður sem að gera það að verkum að fleiri tegundir finnast, eins og á Tröllaskaganum þar sem að snjóþyngsli valdaði, Austfjörðunum þar sem við erum með tegundir sem ekki eru búin að breiðast lengra, eru austfiskategundir, og síðan þessar hitakæru tegundir hérna á syðst á landinu. En til þess að hægt sé að vinna með válistan og fylgjast með því hvernig gengur hjá tegundunum, að þá er mjög gott að vera búin að fara í gegnum þá vinnu að meta tegundirnar, og auðvitað eru þessi IUCN viðmið mjög hlutlægur mælikvarði sem á að hjálpa okkur að meta hættuna, en til þess að við getum fylgt þessu eftir þá þurfum við auðvitað á vöktun að halda og vita hvort það séu breytingar að verða, og langflestar plöntutegundirnar, æðplöntutegundirnar sem eru á válista, þær eru þar vegna þess að þær hafa mjög takmarkaða útbreiðslu. Við okkur skortir þekkingu á því hvernig stofninn er að breytast, nema í nokkrum tilfellum. En við erum nú þegar komið með ákveðin grunn af vöktun válistaplantna sem að
var unnin hérna fyrir rúmlega áratug síðan þegar að Hörður í samstarfi við grasagarðana bæði hérna í Reykjavík og á Akureyri, listíkarinn þar, fórum landið og þar voru teknir út allnokkri staðir, en þrátt fyrir það þá eru ekki hafa ekki alla tegundir verið rannsakaðar eða skoðaðar nýverið. Hérna sjáum við þessar tegundir, 8 tegundir af æðplöntum sem eru í bráðri hættu og réttilega undirstrika það sem ég sagði áðan með að stór hluti þeirra er vegna þess að þeir eru hafa mjög takmarkaða útbreiðslu, að þá sjáum við að 6 þessara tegundir eru einungis fundnar á einum fundastað. Síðan eru 2 sem hafa fundist á 2 eða 3 stöðum. Og ég bendi ykkur líka á að þið sjáuð að á þessari öld erum við búin að leita uppi flestar tegundana, sumar að vísu ekki síðan 2002, en síðan er fundastaður sem ekki hefur verið kannaður frá því fyrir aldamót. Og til þess að fylgjast með, nú gerast hlutir náttúrulega stundum hægt hjá plöntunum, sérstaklega það sem við erum með fjölærar tegundir sem að geta að lifa lengi, en enga síður þegar þeir finnast bara á einum stað þá náttúrulega þarf ekki mikið að gerast eða breytast til þess að eitthvað gerist og viðkomandi tegund hverfi úr flóru Íslands. Hér sjáum við tegundina sem í hættu eða endangered, það eru 7 tegundir og þar sjáum við að staðan er þó nokkuð verri hvað varðar vöktunina, að meirinn helmingur fundastaðana hefur ekki verið skoðaður á þessari öld, heldur eru þeir frá eldri heimsóknir þangað. Nú það eru 31 tegund sem eru taldar í nokkurri hættu og sumar eru að hafa tiltölulega takmarkaða útbreiðslu, getum við sagt, og tökum þar sem dæmið á lyngbúan, eina af þessum austfiskutegundum sem við eigum, en aðrar geta verið þó nokkuð dreifðar landið og mér langar kannski rétt í því svona til að draga þetta saman, að taka eitt dæmi af tegund sem er í nokkurri hættutalin sem er fjallkrækill, en það er ein af fáum plöntutegundum sem lendir þar vegna þess að hún er í C-hópnum en ekki D eins og flesta plönturnar eru, sem þýðir að sé mjög takmörkuð útbreiðsla. En hérna höfum við tegund sem er með þekkta 40 fundarstaði allt í allt, en við vitum að henni hefur farið hnignandi á síðustu árum og áratugum. Hún er flokkuð í vulnerable vegna þess að hún er í C2 og að ástæðinni eða fyrstu ástæðu sem er minna en 1000 einstaklingar og skýr merki fækkun, en hún vex mest fyrir ofan 1000 metra. Hún er horfin af 4 fundastöðum sem eru merktir með plús á myndinni eins og þið sjáið. Hún er óstaðfest á það sem er opinn hringur, en hún er staðfest á þessum 22 sem eru lokaðir hringurinn. Og sem dæmi þessa óstaðfestu og hnignun tegundarinnar, en Hörður skrifaði hana í náttúrufræðingnum fyrir 10 árum síðan, að þá getum við tekið þennan punkt á Sunnanverðu, en þar fann Hörður hana, en hennar var leitað þar fyrir nokkrum árum án árangurs og virðist hafa horfið þaðan. En þetta er tegund sem má reikna með að muni svara hlýnandi loftslagi, og það eru fleiri tegundir, 2 aðrar tegundir sem eru á válista sem falla í svipaðan flokk, fjallabláklukkan og hreistusteinbrjóturinn, tegundir sem vilja helst vera ofan 1000 metra hæðar, og svo eru fleiri tegundir sem hafa reyndar ekki komið eitt inn á válista ennþá, eins og fjallavorblóm, snækoppi og finnungstör sem falla þar undir líka. Og síðan eru eina 9 tegundir sem falla í flokkin að hafa litla þekkingu eða of litla þekkingu til að hægt sé að meta þær, en samt ákveðna vísbendingar að þær séu sjaldgæfar, eða D-flokkurinn. Og svo náttúrulega eins og allir vita þá er ein æðplanta horfin úr íslenskri flóru sem er Davíðslíkillinn, sem ekki hefur fundist mjög lengi og ósennilegt að sé enn hægt að finna. En þá snúum við okkur að spendýrunum næst og ég gef orðið til Esterar, gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Heyriði mér? Kann ekki alveg þetta. Já, eins og hefur komið fram þá var núna gefin út í fyrsta sinn íslenskur
spendýraválisti og ég ætla að kynna hann hérna lítilega. Það er ekki ástæðulausu sem að þetta dýr er sett í forgrunni á honum, en hérna þetta er landselunin okkar. En það sem að byrja var á að gera var að búa til eins konar skrá eða tékklista yfir öll þau spendýr sem að vita var til að hafi fundist í íslenskri náttúru, og það taldist okkur vera 52 tegundir spendýra. Það eru 23 tegundir hvala og 6 selir. Þannig að það var nokkuð ljóst að þessi spendýraválisti yrði unnin með sérfræðingum á Hafró sem að fjalla spendýr í sjónum. Og hann er hérna Gísli Víking sem að bar nú hittan og þungan af þessum mati. En af öllum þessum 52 tegundir var einungis lagt mat á 18 tegundir. Þar er ein útdauð. Vegna þess að aðrar tegundir fjalli ekki undir þær skilgreiningar að vera skilgreindar sem íslenskar tegundir. Og af þessum 18 tegundum enduðu 3 á válista, þessum fyrsta íslenska válista spendýr, og 12 þeirra ekki í hættu. Síðan eru 4 tegundir sem að var ekki lagt mat á hérlendis, vegna þess að þetta eru flækingar sem eru á heimsválista, og það ber að skrá þær tegundir sérstaklega. Nú, eins og Kristinn Haukur sýndi áðan, þá er válistamatið svona skalamat, það sem er frá minnstri hættu í mesta hættu, og hér er tegund sem er í rauninni alveg á toppnum á válistanum, það er að segja útdauð á svæðinu, og þetta er sandlægjan sem var útdauð á 18. öld á Íslandsmiðum, en hefur verið lýst hérðan að meðal annars af Jóni lærða á 17. öld, þannig hún hefur verið hér fyrr á tímum. Þessi mynd er þar að leiðandi ekki tekin á Íslandsmiðum, þetta er tekið við Falklandseyjar, og við fengum vinsamlegast að nota þessa mynd frá Karlín Weir, vinkonu okkar hér. Nú, það er síðan íslenski landselurinn sem er eina tegundin sem að lendir í flokknum í bráðri hættu, critically endangered, en það er vegna mjög mikillar hnignunar, mjög neikvæðra stofnbreytinga frá því að talningar hófust á þessum selum. Upphaflega var stofnintalin vera yfir 30.000 dýr, en í síðasta mati var selastofnin eða landselastofnin metin 7.600 dýr. Nú sé sú fækkun framreiknuð til þess að fullgilda kríteríum IUCN upp á 3 kynslóðir miðað við þessa árlegu fækkun sem var 4% á ári. Þá myndi okkur reiknast til að með áframhaldandi fækkun, árlegri fækkun, þá myndi landsel fækka yfir 80% frá þessum upphaflegu talningum 1980, sem þá fellur landselurinn inn í áhættuflokkin í bráðri hættu samkvæmt ítrustu skilgreiningum IUCN. Hinn selurinn okkar, útselurinn, hann lendir líka í hættuflokki, endangered eða í hættu, sem er svona örlítið minna mat, en þó er hann í frekar slæmu ástandi. Stofninn var talin vera 11.000 dýr árið 1990, en stóð síðan frá 1998 til 2012 í svona 5.000–6.000 dýrum, þannig að honum hafði fækkað 50%, og enn meiri fækkun virtist hafa verið, því að síðasta mat 2012 gaf 4.200 dýr. Þannig að ef að þessi árlega fækkun sem varð 3% á ári er framreiknuð upp í 3 heilar kynslóðir, þá myndi það leiða til yfir 70% fækkunar hjá útsel, sem að fellur þá undir skilgreiningar endangered eða A4B samkvæmt skilgreiningum IUCN. Þannig að útselurinn okkar er líka í hættu. Síðan er þriðja tegundin sem að lendir á válista spendýra, fyrsta válista spendýra, það er steypireyðurinn, en hún telst vera í nokkuri hættu samkvæmt skilgreiningum. Og
þessum 3 kynslóðum sem að fylgst hefur verið með stofnbreytingum á Steypirey, þá hefur þeim reyndar fjölgað. Þannig að strangt til tekið fjölgun að ræða, en fjölgunin hefur ekki verið nógu hröð til þess að vega á móti mikilli fækkun sem að varð sérstaklega vegna ofveiða fyrir langa löngu. En er að ræða mjög lítinn stofn. Þetta 1 til 2.000 dýr og kynþroska einstaklingar eru mikið færri en 1.000 dýr og því flokkast steypireyðurinn í flokkin í nokkru hættu D1 sem ef maður fer út í kryddjurtirnar eins og stærri gerðir, það í rauninni mjög lítill stofn með mjög hæga viðkomu. Fleiri tegundir eru ekki á válista íslenskra spendýra, en við höfum 2 tegundir þar sem við höfum bara ekki nógu mikil gögn til þess að hvorki útiloka né skilgreina hættu á útrýmingu, og það eru 2 tegundir, andanefjan og búrhvalurinn. Við getum í rauninni ekki útiloka að þessar tegundir séu hættu, en þær lenda þar af leiðandi í þessum flokki sem kallað data deficient eða gögnvantar. Það eru 12 tegundir sem ekki í neinni hættu, sem var skoðað sérstaklega, lagt mat á, og þar á meðal melrakkin okkar, eina íslenska landspendýrið sem upprunalega, og svo báðar mýsnar sem komu með landnámsmönnum og skilgreinast sem íslensk dýr, og síðan 2 hvalategundir. Í flokknum á ekki við, þar að segja tegundir sem ekki var lagt mat á að einhverju hluta vegna, lenda þessar 2 tegundir klaufdýra, þetta 34 tegundir, þess langt flestar tegundirnar, 2 tegundir klaufdýra, önnur sauðnauti sem var flutt hingað, lifði í íslenskri náttúru en ekkert voðalega lengi og hefur ekki verið hér langar hríð og þar af leiðandi ekki talið með. Hreindýrin okkar, þó svo þau séu vilt og í íslenskri náttúru sannarlega, þá eru þau skilgreind sem framandi því þau eru flutt inn eftir 1750. Það eru 4 selategundir sem koma hér reglulega og skilgreinast sem flökkudýr, og sama gildir 10 tegundir hvala og 8 tegundir leðurblakna sem koma hérna af og til með veðrum og vindum eða með farmi. 2 tegundir héradýra, önnur kanínan sem býr hérna í íslenskri náttúru en hefur verið hér ekki nógu lengi til að skilgreinast sem íslensk dýr, og svo hérar sem voru fluttir hérna inn sem veiðibráð en náðu ekki að lifa. Það eru 2 tegundir nagdýra sem eru ekki heldur taldar með, og það eru rotturnar svartrótta og brúnrótta. Þetta svona í heildina eins og íslenski spendýraválestin lítur út, og svo hægt að kynna sér hann betur á vefnum. En Kristinn ætlar að fjalla eins fuglana. Já, nú byrjum við á aðalatriðinu. Það reyndar eru margar tegundir fugla, þannig að ég get nú ekki verið að fjalla neitt þær, heldur svona treysti á svona sjónræna framsetningu. En það var tekin saman válista fyrir tæpum 20 árum af Náttúrufræðistofnun gefin út, og hann hafði sjálfur sér enga stöð í íslensku umhverfislöggjöf þá, og það var í sjálfsög lítið gert með þessi gögn af formlega, nema hvað að í sambandi við umhverfismat þá hefur verið skrifað inn í leiðbeiningu og umhverfismat það að gera grein fyrir tegundir sem eru á válista. Þannig að válistin hefur svona óformlega lagalega stöðu gegn og reglugerð, menn hafa tekið til þess að það gert grein fyrir því. En það eins og ekki í annarri löggjöf. Þannig að hann hefur, válistar hafa haft sitt að segja fullir þó að það kannski geta verið meira. Það sem við mátum í samtíð fuglana, það var, við kíktum alla fugla sem hafa sést hér, þetta var þessi svokallega tékklisti eins og Ester minntist á, það eru 400 tegundir fugla sem hafa sést hér á landi, og þær tegundir svo tekna til mats eru reglulegu varffuglar, það er að segja sem að orpi hér samfellt í 10 ár, það er svona algengt viðmið, og þá erum við að tala 80 tegundir, og síðan reglulegi gestir, það eru þá fargestir, vetrargestir sem fara kannski hér á leiti Grænlands og svo framvegis. Þannig að þær voru líka metnar, og þetta eru
samtals ef við slettum semst flækingum náttúrulega og svo þessi regla að geta tegund af alþjóðlegum válista óháð stöðu þeirra hér. Þannig að þetta eru 91 tegund sem var metin og þar af 41 tegund sem lendir á válista og margar þeirra nýjar, sérstaklega sjófuglar. En jafnframt falla 12 tegundir af válista af ýmsum ástæðum. Nú, bara til að minna aftur á blessaðan geirfuglinn, hann semst eina tegundin sem útdauð í veröldinni sem hefur orpi hér á landi og semst eina tegund í þessu flokki, en síðan eru 3 tegundir sem eru útdauðar í íslenskri náttúru, semst hafa orpi hér misjafnlega lengi en eru hættar varpi. Og haftirillinn til dæmis litli sjófugl sem nú reyndar algengasti fugli í Norður-Atlantshafi. Hann versti hér í litlum mæli fram yfir 1990 en hvarf þá líklega vegna loftslagsbreytinga og það verið fullurt vissu, og keldusvínið það hvarf nú vegna minks og framræðslu nokkru fyrr, en síðan var gráspör sem var svona laumaði sér hérna inn á einum eða 2 stöðum og verti hér áratuga skeið síðast austur í Öræfum. Síðustu fuglarnir svona hættu varpið að dóu 2016, þannig að þetta nú tiltölulega fáar tegundir sem hafa horfið úr íslenskri náttúru samanborið mörg önnur lönd. Þannig að það held ég ekki bara að þekking okkar ná ekki nema takmarka aftur. Ég held þetta sé svona raunveruleg staða, þannig að við getum því letinu verið heppin. En það eru hins vegar eftir flokkurinn í bráðri hættu, þar eru töluverðar breytingar og þið sjáu tegundir sem eru bláar, það eru tegundir sem hverfa af listanum úr þessum flokki og tegundir sem eru rauðar, þær bætast við. Og það er stór hluti af þessum tegundir sem að falla niður eru vegna, kannski eru sjaldgæðir varfuglar sem átt ekki að vera þarna kannski eða eru orðnir það algengir, þannig að það ýmsar ástæður fyrir því, en það sem vekur náttúrulega athygli hér og eru kannski mikið áhyggjuefni að algengasti fugl landsins skuli vera í þessum efsta flokki og þá á ég við lundann. Og honum fækkað mikið núna allar síðustu árum vegna mikils viðkvæðubrest sem tengist sandsílabresti. Og síðan tegund sem skúmurinn sem lengi vel voru höfuðstöðvar skúmsins í heiminum voru í Íslandi, honum hefur fækkað mjög mikið á helstu varstöðum í Öræfum. Það var nýleg talning sem Náttúrustofa eða Fuglaathugunarstöð Suðurlands gerði í sumar sem sýndi fram á 80% fækkun þar á mikla varstöðum, og það eru ástæðurnar þannig sé óþekktar, en það gæti tengst líka ætiskorti. Nú í flokknum í hættu eru núna 11 tegundur og það hafa margar tegundir bæst við, og þið sjáu það eru meðal annars sjófuglar og eins og fíll sem nú næst algengasta tegund landsins, og síðan eru tegundir neðar til eins og teista og kjói sem eru reyndar sem betur fyrir að búa friða teistuna, en þetta eru tegundir sem sumar hverjir eiga undir högg að sækja vegna veiða eða meðafla. Og það eru mjög mismunandi ástæði fyrir því á hverju tegundir eru í þessum flokki. Ég ætla nú ekki að fara nánar út í það núna, en bendi til dæmis á hérna, við tökum bara 3 fyrstu tegundir, efstu tegundir eins og fíll, það tengist þessum bara breytingu sem eru almennt á sjófuglastofnum hér við land. Blesgæsin mjög fálega stofn sem á undir högg að sækja fer hér verpur á Vestur-Grænland og mjög lélega viðkomu, og hann friðu hérna og hefur hélt nú áfram að fækka þó eftir friðuna. Núna í fyrsta skipti í fyrra þá virtist vera sjást einhver batamerki á henni, en hún ennþá samt mjög slæmum málum. Og duggöndin, það hefur verið viðkomubrestur hjá henni á Mývatni árum saman og stofnin hefur látið mikið undan sig, en þar megin heimkynni hennar hér á landi, þess vegna lendir hún á Válista. Þetta nú svona bara sem dæmi. Nú í nokkur hættu hins vegar ótrúlega margar tegundir, eða 23, og þið sjáu líka hversu margar eru hérna nýjar, þessar rauðu, og það að vera svona stór hluti sjófuglar. Og ég ætla nú bara að benda sérstaklega á síðustu tegundir hérna í hægri dálki, snjótillingur, sem við teljum hafi fækkað mikið, þó að gögnin sé nú ekki kannski sérstaklega traust. Þetta byggir bæði á svona tilfinningum og takmörkuðum athugunum og ekki síður vetrartalningum. Þannig að það að mínum mati eindregin vísbending fækkun þessara tegundir, og það nokkurn veginn örugt að það tengist loftslagsbreytingum. Nú í flokknum yfirvofandi hætta, það eru tegundir sem eru ekki á válista en eru nálægt því að lenda þar, og það er eitthvað sem þarf að hafa í huga og fylgjast með. Það eru ýmsar tegundir sem til dæmis bara veka athygli sem hafa fallið út af listanum. Sérna ef við horfum á vinstri dálkinn og bláu tegundar, grafönd fellur út, og það er fyrst og fremst svona skilgreiningaratriði.
Stormáurinn fellur út vegna þess að stofninn hefur vaxið. Þetta tegund sem nam fyrir landum fyrir miðjan síðustu öld og hefur vaxið það mikið að hann er komin upp fyrir öllu vállistamörk. Og straumönd er líka, má segja, kannski svona skilgreiningatriði. Þannig að sumt að þessu svona tæknilega breytingar, en síðan eru raunverulega breytingar eins og við sjáum á rauðu tegundunum. Hávella er komin á heimsválista og hún er mjög algeng hér sem vetrargestur og henni hefur greinilega fækkað hér á síðustu árum samkvæmt vetrarvísitölum. Stelkurinn okkar er algengur fugl, það eru talningar erlendir sem bendi eindregið til fækkunar. Silfurmárinn er tegund sem er veittur hérna vegna tjóns og honum virðist vera að fækka, og álkan er hérna algengur bjarfugl sem virðist líka vera láta undan. Þannig að það eru svona eins og ég segi ýmsar ástæður fyrir þessum breytingum, og svo loks eru þessar tvær tegundir sem við höfum ekki nógu góð gögn til að vera með þeim vissu, og önnur eru óðinsannir sem að margt bendir til þess að fækka mjög mikið hér á landi, en þetta er eiginlega tegund sem er eiginlega ekki hægt að ná utan með þeim talningum eða vöktunum sem er í gangi núna, og mikið af þessum breytingum kannski eru afstanar fyrir þó nokkru síðan. Og loks er það sílamárin, þessi algengi fugl sem er hérna í bæjunum, hann hefur verið á undanhaldi núna vegna sílaskortsins, og sumir kannski sýta það ekkert sérstaklega, en við höfum jafnframt mjög litlar athugunar á honum síðastliðin 15 ár, beinar mælingar, þannig að þess vegna lendur hann í þessum flokki. Og það er ekki eins og víst að myndilænda válvasti því að hann fjölgaði svo gríðarlega mikið fram yfir aldamót, en þetta er svona tegund sem lendir þess vegna í þessum skammakrók þarna. Nú, helstu ástæðuna fyrir því að fuglar eru á válvista eru til dæmis litli stofnar, og þeir geta verið stöðugir eða jafnvel vaxandi og ekki kannski þess vegna í hættu með núverandi aðstæður, og það eru svona gamalgrónar tegundir sem hafa verið hér langa lengi eins og fálki og örn og himbrimi og gulund sem er nú frekar sjaldgæf andartegund, þannig að það er sjálfsögur kannski ekki ástæð til að hafa sérstaklega áhyggjur af þeim, en það þarf bara að fylgjast vel með þeim. Og þetta er þá stofnar þar sem yfirleitt eru innan við kannski 1000 kynþroska einstaklingar, eitthvað svoleiðis. Það er svona viðmiðið. Og síðan eru tegundir sem eru á válvasta vegna staðbundinnar útbreiðslu, og sumar þeirra kannski eru mjög algengar eins og súlan, en súlan verpur umverulega bara á 5 stöðum á landinu, og 80% stofnin er bara 2 stöðum, þar að segja í Vestmannaeyjum og í Eldey, og svo er það húsendi við Mývatn og skrofurnar og sæsvörðunar í Vestmannaeyjum. Þannig að þetta eru tegundir sem eru útsettar fyrir hættum vegna þess hvað er útbreiðslan takmörkuð, þó að það sé kannski engar sérstakar ástæður kannski sem við höfum í huga aðrar. Reyndar var húsöndin náttúrulega, má segja, líka útsett fyrir kísilgúrvinnslu og er reyndar enn kannski, má segja, fyrir ýmsum umhverfisógnum við Mývatn, vegna þess að þar er megin útbreiðslan, þannig að líklega þarf að fylgjast vel með henni og passa vel upp á hana, og þetta er eini staðurinn í Evrópu þar sem hún verpur er við Mývatn. En það sem er kannski stóra vandamálið og það sem kannski jafnframt er hægt að gera eitthvað í eru þessar tegundir með neikvæði stofnþróun. Það eru 23 tegundir sem er á válista eða yfirvofandi hætti eða í flokknum með gögnum vantar vegna þess að stofnþróun hefur verið neikvæð á síðustu árum eða sem nemur þessum 3 kynslóðum sem ávallt er miðað við. Og hér er til dæmis mynd af einum þessum okkar algenga sjófugli ritunni, og það eru konar nýlega út greinar þar sem að hefur verið sýnt fram á víðtæka fækkun ritu í Norður-Atlantshaf sem að tengist á þessum miklu atburðum sem er að gerast í fæðuvefnum, og jafnframt er ritan kannski svo tegund sem er einna næmust á ýmsar umhverfisbreytingar, og það hefur verið talað hún sé eins og kanarífuglinn í námunni sem að hægt er að miða við þegar einhver ógnir steðji að. Hún bregst mjög fljótt við öllu, og mjög gott að fylgjast með henni líka vegna þess að það er auðvelt að mæla bæði fjölda fugla í varpi og eins viðkomennar. En svo víkir nú tegund sem er í flokknum í hættu er æðurinn sem miðað við okkar vetrarvísitölur hefur fækkað meira en þriðjung frá því á síðustu 30 árum eða svo. En þetta er tegund sem að reyndar stofnin óx nokkuð vel fram á þeim tíma, en ef við lítum enn lengra aftur að þá fækkaði henni. Þannig að það eru náttúrulega vísbendingar svona miklar stofnsveiflur og væntanlega sem tengjast þessum stóru breytingum í hafinu á hverjum tíma. Þannig að á lífverðiskeiðinu fyrir síðustu öld þá fækkaði æðarfuglum víða og þeim fjölgaði kuldaskeiðina. Þannig að þetta eru svo kannski, maður getur sagt, náttúrulega breytingar, en engar síður þarf að fylgjast vel við þeim, og þarna er líka dæmin tegund sem er í 100.000 tali sem er á válista. Og
það bara til þess að fara yfir þennan hóp af þeim tegundir sem að fækka, þá sjófuglar langstærsti hópurinn. Það að segja að það eru 16 tegundir sjófugla af þessum 23 sem sem að fækka. Og ef við lítum kannski á ástæðarnar, þá semst ofveiði eða veiði, hvað sem við kallum þetta, orsök eða samverkandi þáttur hjá nær helmingi tegunda sem hafa sýnt neikvæða stofnfrumum hér á landi. Og þá ég að tala semst bæðum beinar veiðar, semst skotveiðar, en líka ekki síður semst meðafla og svo þegar menn að drepa fugla til að semst koma vekk fyrir eða verjast tjóni. Það sumir vil ekki kalla það veiðar, en það enga síður veiðar. Og tegundir til dæmis sem getum við kallað veiðitegundir og í þessu flokki, það toppskarfur, rjúpa, teista, sem enda núna friðuð en kemur mikið í net, og lundi, stuttnefja, og þá það aðalega veiðarnar við Grænland sem að skipta máli fyrir okkar stofn. Þá bæði meðafli og beina skotviðar. En svo eru tegundir sem eru svona hafa verið í skammakróknum hjá almenningi og stjórnvöldum langar hríð. Það eru sumar algjörlega ófriðar. Það eru tegundir eins og kjói, hvítmáur, sílamáur, silfumáur og svartbækur og hrafn. Og þetta eru tegundir sem fyrst og fremst vegna mynttjóns. Og mörgum þeirra hefur fækkað mikið og svartbæki til dæmis 80% og svo framvegis. Þannig að það raunverulega þarna geta í sjálfu sér stjórnvöld gripið inn í með beinum aðgerðum að einhverju leyti, meðan að loftslags kannski málin eru svona langlaup. Nú, við erum búin að fara og svona handalöpum yfir þetta og við erum gjarnan að svara spurningum, en geirfuglinn hefur svona eins og logo fyrir tegundir í hættu eða útvöða tegundir og hann var lengi vel notaður ávallt þegar minnst var á eitthvað sem að voru miður í náttúrun, menn vildi ekki neinn tegund mætti örlögum geirfuglsins, og það það sem að við viljum koma veg fyrir. Við viljum ekki fleiri geirfugla, allan ekki fleiri þennan flokk. Takk fyrir. Já, takk fyrir. Eins og Kristinn Haukur sagði, þá eru þau öll sem öll fús til að svara spurningum, og gefið mér endilega merki, þá ætla ég að koma með hljónema til ykkar. Hver vill byrja? Já, komið sæl, með mig heiti ég. Takk hérlega fyrir kynninguna og takk fyrir þetta fína starf. Ég er nú með svona nokkra spurningar, en fyrst langar mér nú aðeins að tala geirfuglinn og lundan. Þegar þú sagðir þetta í lokinu þá hugsaði ég, já, eitt er að nota þennan gríðarlega fallega fugl, en síðan spurningin þar sem að lundin komin í fyrsta sæti núna, og það sem við seljum í öllum búðum, hvort að hann ætti kannski að vera merkið fyrir þetta í staðinn til þess að vekja ennþá meiri athygli á því, en það er nú svona bara eitthvað sem við dætti hérna í lokin. Mér langar aðeins að spyrja ykkur, og fyrirgefið að ég hafa ekki þekkingun á því, en sko hversu oft er það sem að þið gefið út þessa válista, og þetta er svona eins og með IPCC skýrslurnar, þeir koma á 5 til 7 ára fresti stóru skýrslurnar. Hvernig er það með þessa skýrslur, þannig að það sé hægt að svona fylgja þessu eftir? Síðan er ég forvitin að vita aðeins meira hvað veldur þessu með landselin og útselin, hverjir eru megin ástæðuna fyrir þessu stofnstærðar minnkun, og eitt sem að vakti forvitni mína líka, að svona þau dýr sem að eru einhvers konar gestir hér við land, hvort sem að, já, einhvers konar gestir, er einhver þeirra sko í hættu á heimsvísu sem að við erum ekki að taka til skoðunar hérna. Og þá í fjórða lagi, við skal fara að hætta þessu, hver eru megin viðbrögðin sem að ykkur finnst að stjórnvöld geti gripið til núna? Hvað plönturnar varðar, þá hafa þær verið gefin út válisti 3 sinnum frá 96, og síðan hefur þetta verið svona rétt rúmlega áratugur sem hefur liðið á milli, þannig að það var aftur 2008 og svo núna nýverið, og það var náttúrulega kom fuglaválisti 2000, en
Það hefur ekki verið neinn regla á þessu en það alltaf núna þetta sko gefið út á netinu þannig að við gerum ráð fyrir að einstakar tegundi verið uppfærir eftir því sem ástæði til. Þannig það eiginlega það sem IUCN líka fer að gera. Það er ekki neitt útgáfudagur heldur bara uppfærsla eftir sem ástæði til. Já, ég myndist nú ekki á ástæður fækkunar selana eða sem sagt, já, helstu ástæðunar eru nú taldar vera kannski blanda af nokkrum þáttum, þá helst fæðuskortur hugsanlega en hjáveiðar, einhvers konar ofveiði sem að er ekki beint skráð. Það gildi ekki svo strangar reglur skráningu á selveiðum og það er talið mjög líklegt að hjáveiðar séu svolítið mikilvægar í þessu tilfelli. Síðan er það aðeins ólíkt með þessar tvær tegundir, útsel og landsel, hvað er þola mikið truflun. Útselurinn verðist vera mikið viðkvæmari fyrir truflun og færi sig gjarnan að verða fyrir truflun og það hefur líka sýnt sig að truflun hefur neikvæð áhrif á viðgang hjá landsel. Þetta er svona helstu ástæðnar, annars er þetta ekki vel þekkt. Og varðandi aðgerðir stjórnvalda þá er kannski, það er náttúrulega sko búið sjálfur sér að greina þarna ákveðin vanda og það eru til í sjálfur sér lausnir á sumu og ég held dæmis bara við tökum selina. Selin eru eiginlega sko, myndi ég segja sko, alveg versta dæmi vonda umhverfisstjórnun á Íslandi. Það eru lögin sem að gildum þau eru frá miðri 19. öld. Það er semst að við höfum bara hunsað að setja almennt lagumhverfi og þannig að það væri sko, semst, það er löngu komið tími til að setja færa selina í nútíma því litinu til. Öðru lagi held ég að þessi válistar eða tegundur af válista þurfa að hafa sterkari stöðu heldur en hér. Það er við vísum bara til dæmis í norsku lögin og víða önnur lög. Þannig að ef að tegund af válista eða í tildægum flokki í válista þá eitt eiginlega að vera skylda fyrir stjórnvöld að gera einhverja tiltekna verndarástafanir. Og stundum kannski eru þar, eins og ég segi, tökum dæmi sem þessar sjaldgæfu tegundir, það er búið að gera, það eru verndaðar og varstæðinni verndaðar og svo framvegis. Og svo í þriðja lagi þá tengist það kannski líka þá rannsókn og upplýsingaöflun eins og Starri kom inn á, það eru þarna tegundir sem hefur ekki tekist að sannreina yfirleitt hvort það séu til ennþá og það er svona, þannig að það er eitthvað sem okkar stofnanir og hliðstæðstofnun ættu þá að útbúa í sambandi við vöktunar áætlanir. Varðandi flækingu á heimsvísu, það eru marga tegundir, til dæmis hvítabjörnir sem sagt, hann er sko flækingurinn, hann er á heimsválista og það eru 20-30 tegundir fugla sem eru á heimsválista og það er gerð grein fyrir öllum þessum tegundum á heimasíðu okkar undir válista síðanum. Sæl og takk fyrir, Rannveig heiti ég. Mér langaði þá líka að spyrja í sambandi við heimsválista og spyrja þá Starra, eru einhverjar plöntur sem hér vaksa og eru á heimsválista? Nei. Því er fljótt svarað. En auðvitað komst Davíðs lykillinn á sínum tíma inn á Evrópuválistan af því að hann er ekki til annars staðar, eða var ekki til annars staðar í Evrópu en hér. En annars eru okkar plöntur nálgast að vera hundalgengar og nauð og ómerkilegar annars staðar. Og það séu kannski á mörkum hér. Hvað finn ég válisti á netinu? Vefstjórinn er ekki hér en þú getur til dæmis farið undir miðlun útgáfa og þar er knappur undir sem að heitir válistar. Fleiri spurningar? Þarna kom 2 hendur á loft. Já, Gísli heiti ég. Ég vil fyrst segja bara að ég er algjörlega sammála Kristni Hauki varðandi selin. Þetta er náttúrulega alveg óhæft að það sé rauninni engin lög sem gildi seli og það er ekki einu sinni skylda að tilkynna þær veiðar sem eru, þannig að það er mjög erfitt að átta sig á
ástæðum og þess aftar. Þetta auðvitað eitthvað sem að þarf að bæta úr. Síðan var nú svona kannski einu hugleiðing sem ég fekk svona í lokin eða daginn þegar listin var að koma út sko með munin á, það sækir röddinni mér, á flækingum annars vegar og hins vegar sko þannig ég hugsa sléttbakinn sem stundum kallar íslensk sléttbakur. Ég fór svona að hugsa eftir á hvort að hann við flokkuðum hann sem flæking vegna þess að hann sést hérna einstaka sinnum með nokkra ára millibili nú síðast í sumar. En þetta náttúrulega hluti af stofni sem að var algengur hér og veiddur niður illa fyrir á eldum fyrir altså löngu fyrir tíma svo kallar að nútíma hvalveiða. Sko hvort hann myndi náttúrulega örugglega og að leiða þetta stofn með sem eru leifar af stofninum í Norður-Atlantshafi sem 400 dýr eða svo, hvort það kannski hefði verið nær að flokkan sem þá væntanlega critical endangered tegund, kannski beina því til Kristins hvar maður dregur mörkin á milli þegar maður flokka tegund sem flæking eða á þennan hátt sem ég sagði í lokin. Já, ég var reynd að vera að hugsa þetta þegar ég sá listan frá okkur, vildi ekki vera krukku í þetta samt sko, en máli að hérna sko flækingur raunverulega það sem við höfum skilgreint eins og með fuglana eru þeir sem svona berast eins og segir fyrir veður og vindum ekki með raunverulega reglulegar ferðir, en það ekki eins svo eru til tegundir sem getur verið mjög sjaldgæfar en eru samt í einhverjum reglulegum ferðum og hvað þá einhverju stofna sem hafa rýrnað mikið eins og sléttbakur. Ég held einmitt að það væri rétt að endurflokka hann. En við erum líka með tegundir í fuglánum sem sem við metum ekki vegna þess að við tökum dæmi eins og hvínönd sem kemur hérna, það er andartegund sem kemur hérna hverju ári en bara örfáu tugir fugla, af því að þýðing Íslands fyrir þessa stofna óveruleg sko í stóra samhenginu, þannig að það hefur enga þýðing að meta 40 fugla af 400.000 fugla stofni, þannig að það er leifilegt í þessu svæðisbundna mati að síja út svona hluti. En ég held í tilfelli tegundar sem hefur verið mjög algeng eins og sléttbakurinn og sannarlega verið hér í Íslandshafi öldum saman, þá ættum við mitt að uppfæra hana í þennan flokk. Ég vildi spyrja hvort það væri mikið samræmi á milli þess í hvað flokk tegundir að falla á þessum válista og þá válistunum í Evrópu, sem sagt hvort sömu tegundir sé að falla í sömu flokka á báðum válistum eða hvort þessi mikið munir þar á milli. Ef þú ert að meina spendýr, já, það ekki alltaf samræmi og sérstaklega þetta eru 3 tegundir, þetta eru náttúrulega bara 3 tegundir. Þessi 2 selir eru mjög algengir og alls ekki í hættu hvorki í Evrópunni á heimsválista. En steypireyðurinn, það algjört samræmi, en það fer hún yfir öll hafsvæði. En það einmitt á válistanum sem við settum upp á netinu, þar kemur fram hvernig flokkunin í hvað flokki þessi viðkomandi tegund lendir annars staðar í heim. Já, varðandi fuglana þá svona nokkuð gott samræmi vegna þess að sko, ef við undanskiljum tegundir sem eru hérna kannski nýjir landnemur og með litla stofna þá eru þeir bara algengir í Evrópu, þannig að það ekki þeir, en tegundir sem eru með þessar stóru útbreiddu stofna eins og margir sjófuglar, þeir eru á válistum hér og í Evrópu og sumbart eru þeir á válistu í Evrópu vegna þess að íslenski stofnir þungamiðjan í stofninu eins og lundin og álkan svo framvegis, þannig að það í heild nokkuð gott svona samband millið sko tegundar sem annan borð eru með víða útbreiðslu og þá held ég að við látum bara gott heita ein lokum frá Eyþóri. Já, Eyþór Einarsson heiti ég og var hér lengi á starfsmanna Náttúrufræðistofnun, en það 20 ár síðan ég lagði það upp laupana fyrir aldursaldri, kannski ekki alveg öll stinn sem hætt fyrir því, en þannig
fyrsti listin yfir plöntur með 25 tegundum, hann var tekinn saman í Náttúruverndarráði árið 1967. Það er hálf öld síðan og það hefur mikið gerst síðan. Ég þakka kærlega fyrir alla þessa vinnu og fyrir löngu orðið það gamall að maður svona fylgist með en lítið meiri það. Þakka kærlega fyrir. Takk fyrir þetta. Já, þá, að því að tíminn er hlaupinn frá okkur, þá látum við staðan með núna. Eftir 2 vikur kemur til okkar Hreinn Óskarsson frá Skógrækt ríkisins og ætlar að fjalla 100 ára frið birkiskóga í Þórsmörk. En ég vil þakka fyrirlesurum dagsins alveg kærlega fyrir og ykkur fyrir komuna.